Suðurnesja Magasín í fasteigna hugleiðingum og við heimsóttum fasteigna söluna Stuðlaberg og tókum stöðuna á markaðnum. Ein elsta fasteignasalan á Suðurnesjum Stuðlaberg í Reykjanesbæ. Guðlaugur Helgi Guðlaugsson byrjaði að selja eignir á svæðinu árið 1992 og hefur því upplifað ýmislegt frá þeim tíma. En við spyrjum hann fyrst út í stöðuna á markaðnum á Suðurnesjum. Í dag þetta svona aðeins komið meiri jafnvægi yfir þetta. Það var náttúrulega svolítið óeðlilegt sem var að gerast fyrir 2-3 mánuðum síðan. Það var mikið læti, slegist hverja eign. Eignir voru að fara í yfirverði. Í dag þetta svona, eignir að fara kannski á ásettu tölum eða aðeins undir eða komið meira jafnvægi. Það hefur lengi verið talað að, og meðal annars var einmitt Halldór hjá Húsanes að nefna það daginn að lengi í mörg ár, jafnvel lengur en það, var fasteignaverð á Suðurnesjum mun lægra heldur en í nágranna sveitarfélögunum, kannski Hafnarfirði og höfuðborgarsvæði. Er sá munur búinn að vera að minnka? Já, munurinn hefur minnkað. Við erum farin að selja nýbyggingarfermetrinn kringu 380.000 eða pluss mínus og niður í 350 kannski. Þannig að íbúðir eldri eignir eru farin að hækka, þeir eru töluvert búin að hækka síðan. Það var hálfgert gullgrafaræði á fasteignamarkaði á Suðurnesjum fyrir 2 til 4 árum síðan þegar markaðurinn var að taka við sér svo munaði eftir bankahrun. Tala var að Suðurnesin geymdu mörg tóm hús en það átti svo sannarlega eftir að breytast og þá var hægt að gera góð kaup. Á þessu tíma voru það þannig að bankarnir og íbúðalánasjóður voru að selja. Þeir áttu eiginlega megnið eignunum sem voru lausar og svo gerist það að íbúðalánasjóður, þeir komu með alltaf reglulega eignir á sölu en svo fóru þeir að selja í þessum pökkum og tæmdu markaðinn og þá komu leigufélagin og keyptu upp heilu markaðina, heilu pakkana sem þeir voru að selja. En í dag hafa þessi félög verið að selja aftur út frá sér og eru svona að laga pakkana sína sem gott mál að leigufélögin séu líka virk, þau þurfa að vera gott fyrir markaðinn. Bæði leigufélög og leigufélög. En þeir sem voru kannski að kaupa á þessum tíma, bæði einstaklingar og félög, þau voru að gera góð kaup fyrir 2-3 árum síðan? Það var alveg kaupandamarkaður og þá þýddi það að menn vissu að eignina átti eftir að hækka mikið. Þetta svæði átti mikið inni og enda voru menn að koma úr Reykjavík og aðstæðar að. Og en aftur í dag eru svona rólegar yfir út af því að verðin hafa hækkað og menn sjá það bara við erum komnir á þokkalega stað þannig að íbúðaverð hækkar þetta eins og menn að spá, svona 6-8% yfir ár, sko. Þannig að þetta er svona breytt. Hvað eru Suðurnesin, eða við skulum segja kannski dýrasti parturinn á Suðurnesjum sem hlýtur að vera einhvers staðar í Reykjanesbæ, gerir ég ráð fyrir. Hvað er það svæði langt í verði frá höfuðborgarsvæðinu í dag? Já, maður oft sagt, miðpunkturinn miðbærinn í Reykjavík og svo stækkar alltaf hringurinn og fer í úthverfin og Hafnarfjörð og það saman. Við höfum alltaf verið svona, 80-90% af Hafnarfirði. Tímabilið þá vorum við alltaf með okkur, við værum svipað eins og Ásvellir í Hafnarfirði. En þeir eru örlítið hærri í dag, þeir eru að selja fermetrinn á 450.000 með að við erum að selja nýfermetrinn á 380, þannig að við höfum kannski eitthvað inni. Og er þetta ástæðan meðal annars fyrir því að það búið að vera gríðarleg ásókn inn á svæðið af fólki sem hefur búið á höfuðborgarsvæðinu og nágranna sveitarfélögunum? Það hefur gerst náttúrulega að fólk sem er að vinna bæði upp í flugstöðu og víða, þau hafa verið að flytja suður, ódýrari eignir og fá einbýlishús fyrir íbúðir Reykjavík, þannig að. Og svo hafa, Sandgerði, búið að vera mikill uppgangur í Sandgerði og allt selst sem hefur verið til þar. Þannig að það á eftir að byggja upp í Sandgerði og jafnt og í Reykjanesbæ og víða á svæðinu hérna, sko. En ég held að fólk sé að koma bara á svæðið út af það bara mikið að gerast hérna. Alltaf atvinnulífið sterkt og húsnæðisverð hefur verið lægra og mikil þjónusta á svæðinu eins og fyrir fjölskyldufólk. Já, en svo er þetta alltaf spurningu þegar menn fara að byggja, eru allir að byggja eins, það þarf svolítið að menn þurfa að passa sér svolítið. Við fengum eignir á sölu 5-býlishús inn í Innirang sem voru mjög vandaðar eignir og þær seldust bara í Kvistbæng, 1-3, nýbygging. En svo getur verið að ef menn toppa og fara langt upp í einu að þá getur það frosið. Þannig að þetta er svolítið
markaðurinn svolítið svona, svolítið segi. En hverju hvað fólk að leita mest eftir í dag? Þetta náttúrulega auðvitað misjafnt eftir hvort fólk að kaupa í fyrsta sinn eða að reyna að bæta eða stækka við og annað, þannig að það allt í gangi eða hvað mesta eftirspurnin? Það náttúrulega ákveðin hverfi sem hafa alltaf verið vinsæl og vera skólahverfin sem menn að sækjast eftir. Svo líka vantar eiginlega fyrir eldra fólki. Það vantar fyrir þá sem vilja minnka við sig. En það náttúrulega að fara að byggja helling, þannig að vonandi þá leysist það vandamál að losnar hús, einbýlishús eða raðhús sem ekki til ekki í Keflavík og ekki í Njarðvík, en til í Njarðvík. En eins og sé, markaðurinn, hann þarf svolítið svona að spila svolítið, sko. Það svolítið sérstakt að horfa upp á það svona að undanfarin ár og fyrir hrun þá var mesta uppbyggingin á Suðurnesjum kannski, eða í Reykjanesbæ í innri Njarðvík. Nú þar komið bara risastórt bara hverfi. Sérðu fyrir þér áframhaldandi góða uppbyggingu þar? Hún virðist vera að falla vel í geða fólki. Þó að fyrir kannski áratug síðan þá fannst okkur þetta svolítið út í sveit. Já. Ég held sko raunverulega Innri á bara eftir að þéttast. Við heldum ekki eftir að byggja mikið nær Vogunum held ég endilega, sko. Við eftir að þétta þetta. Það hellingspláss eftir, hellingshúsum eftir að byggja. Svo kemur þetta Hlíðahverfin. Byggarinn með allt þetta hverfi sem náttúrulega gríðarlegur fjöldi. Og svo erum við að tala náttúrulega blokkinar, bæði Húsanes og fyrir aftan Íslandsbanka og víða. Þannig að það við að byggja víða. Ég var að spyrja þig það. Þetta eru svona tvö stór svæði sem við erum að horfa. Við erum að sjá nokkur 100 íbúðir sem eru í bígerð eftir ströndinni í Keflavík, frá Keflavíkurhöfn og inn á Framnesveg, og síðan það sem að byggir á gamla svokallaða Nikkelsvæðinu, heitir Hlíðahverfi í dag. Ef við spyrjum nú aðeins bara út í ströndina, það verið að tala 7 fjölbýlishús. Þetta risastórt dæmi. Hvað segir fasteignasalinn sem búin að vera svolítið lengi í bransanum þetta? Sko það þörf, en svo alltaf spurningin koma þau öll einu. Jú, Húsagerðin kemur inn með sitt hús og svo eru þau byrjar vel fyrir aftan Íslandsbanka, þannig að þetta kemur ekki allt inn í einu. En svo þetta alltaf spurningin, hver nóg? En Hlíðahverfið náttúrulega stórt og það náttúrulega koma, þar koma raðhús, einbýlishús, fjölbýlishús, þannig að það blanduð byggð. Þeir eru að tala að afhenda 80 íbúður í lok þessa árs frá og með haustinu. Það svolítið mikið. Það mikið og svo eru verktakar sem eru að hugsa að fara að byggja á Nesvöllum sem ætla sér vera fljótir að byggja og þeir getur komið með fyrir eldra fólki, þannig að þetta svolítið blandað. Svo allt spurningin verð. Hvar verða þeir? Veistu það, vitum við það ekkert í dag, hvað þessir aðalar sem hafa ekki ennþá auglýst fermetra verð? Hvað þeir verða? Nei, þeir ráða þessu náttúrulega sjálfur. Við komum bara með hugmyndir og þeir verða náttúrulega samþykkjaðir og þeir eru þetta snýst allt það að þeir mega verða að halda sér einhvers staðar, megi sprengja markaðinn og svo þetta bara spurning hvað treysta þeir sér til. Okay? Og svo þetta spurningin vöndu vinnubrögð. Það misjafnt hvað menn leggja í þessu hús. Þannig að þeir sem leggja mikið í þau, náttúrulega eðlilega verða þau aðeins dýrari, fermetrinn á þau. Og svo náttúrulega húsin sem bæði við ströndina, þau eru náttúrulega með bílageymslum sem þýðir að þeir verða dýrari. Þannig að fólk sem ætla til dæmis að losa einbýlishús eða stærri eignir og ætlar að fara í þessar eignir sem eru kannski aðeins minni og minna viðhaldi og annað, áttu vona því að það verði góð eftirspurn eftir eldri eignum, það þessi sem að munu losna í þessum viðskiptum. Hvað heldur við það? Já, ég held ég verður alveg eftirspurn eftir því. Þetta er allt spurning verðlagningu, alltaf segjum við það sama. Ef menn velleggja svo dýrt, þá sitja þeir upp með vegninar. Þannig að þetta er alltaf spurninguna, en ef menn eru hóflegir, þá hef ég trúið að þetta er alltaf ganga mjög vel fyrir sig. Hvernig er verðlagningin á þessum eldri eignum í dag? Þú varst að segja að það verði sé búið að vera að hækka. Við náttúrulega erum ekki að ná Reykjavík í einbýlishúsum. Það náttúrulega gengur ekkert, við erum ekki í Reykjavík að selja einbýlishús fyrir 100 milljónir. Við erum ekki að gera það hérna suður frá. Þannig að toppurinn hérna er kannski 70-80 milljónir kannski toppurinn og jú, kannski 1 og 1 húsi færri dýrara. En
megnið af þessum einbýlishúsum sem að seljast hérna, þetta svona á bilinu þetta 40 til 60 milljónir. Þannig að, og gengur vel að selja það, ef þetta eru þessar starfsendingar, þá hefur... Þannig að, hvað við segja, unga fólki, fjölskyldufólki, það vill fara í þessar eignir sem í grónum hverfum og svona? Já, það alltaf, þetta bara sama þegar við vorum við vorum að sækjast þetta eldri húsunum og þau fara í endurnýjun, það skipt út og allu og hent, eða svona, mér sjátt eftir fólki reyndan en þessi hús seljast alveg jafnvel eins og hinn, sko. En þegar maður horfir á markaðinn í dag og eins og kom fram í viðtalinu við verktakarnir daginn að núna eru verktakarnir að fullklára nánast eignirnar, eða í langflestum tilfellum. Í gamla dag getum við sagt, þegar við rifjum það upp, þá var mjög algengt að einstaklingar, hjón, fóru bara og byggðu sér hús, byggðu sér svona eignir. Er það bara alveg búið? Já, það búið bara út af kerfinu. Kerfið, sko, bankakerfið lánar ekki út á eignir sem eru fókaldar. Nefnum bara lítil hluta, því þú verður að sýna fram á hvernig þú ætlar að klára húsið. Þannig að ef að verktaki í dag ætlar að fara að selja, þá þarf hann eiginlega að fara alveg að byggja til 7 sem fullger eign til þess að fá fullt lán út á húsið. Þetta bara kerfið, bankakerfið sem stjórnar alveg hvernig er. Þannig þú getur ekki keypt fókaldir eign í dag og ætlar að smátt að klára það á næstu 10 árum. Það bara ekki búið. Fáið þið mikið á ungu fólki hérna inn sem að kaupa í fyrsta sinn og hvernig gengur það? Já. Það búið að vera töluvert núna að ungu fólkinu, en þetta bara blandað. Þetta bara öllum aldri og fólk á koma undan landi. Bara í morgu var ég að ganga frá kaupsalingi sem að fólk var að koma frá Djúpavogi. Þannig að þetta öllu svæðinu, sko. Þetta kemur öllum aldri, sko. En finnst þér unga fólki í það sem að byrja, finnst þér það að eiga meira eigið fé til þess að byrja á það auðveldara með það, eða þetta eitthvað öðruvísi eða fyrir hrun? Það að hjálpa þetta séreignardæmið og bankarnir að stýra því mjög vel varandi að borgin á lánin og búa til eigið fyrir þessa krakka sem eru að byrja. Mér finnst það alveg frábært bara. Fasteignaverð á Suðurnesjum hefur verið hæst í Reykjanesbæ, en hvernig hefur þróunum verið í verði og eftirspurn í nágranna sveitarfélagunum? Grindavík ekkert lægri. Grindavík hefur alltaf verið svona hangið við Reykjanesbæ og verið bara svipað. Voganir hafa hækkað hellinga til þeir eru náttúrulega orðnir bara 10 mínútur frá Hafnarfirði, þannig að þykir góðu kostur og gengir mjög vel að selja í Vogunum. Garðurinn verður alltaf og Sandgerði verður alltaf aðeins fyrir aftan að það ódýrari lóðir. Lóðir, þú borgar minni gatnagerðargjöld, þannig að það náttúrulega segir sér sjálft að það hlýtur að vera ódýrari að byggja þar. Þannig að það munar alltaf einhverju, sko. Það gerist alltaf, mun alltaf vera, sko. En það sem gerist í þessu að eins og Garður og Sandgerði og náttúrulega Reykjanesbær og nágrenni, þetta svo nálægt flugstöðinu sem svo stóru vinnustaður og núna var stórt leigufélag að tala að þeir eru að fara að byggja eitthvað stórt í Sandgerði. Já. Heimavellir ætla sér að byggja í Sandgerði og þeir eiga nú býsna mikið hérna í Reykjanesbæ og ég heldur voru jafnvel að spá að byggja líka í Reykjanesbæ, þannig að ég bara mjög glaður með að leigufélögin skuli vera virk. Það þarf að vera líka á markaðnum. Það bara engin spurning, sko. Þetta spurning alltaf leiguprísinn. Það aftur á móti. En við tökum aftur leigudæmi eins og fyrir eldri borgara. Það vantar leigu fyrir eldri borgara. Alveg sama á Nesvelli, allt fullt. Biðlistir, örugglega 10-20 manns eða meira sem býða til íbúðum þar.